Krossfiskar eru merkileg fyrirbæri og það gaman að finna þá í fjörunni eða að rýna eftir þeim ofan í sjóinn. Þeir virðast sitja kyrrir á sínum stað og ekki líklegir til stórræðana. Það talið að ríflega 40 tegundir af krossfiskum séu í sjónum hér við land. Hvernig komst hann upp á þetta þarablað þessi? Eða þessi sem rólar sér í 2 þarablöðum. Þeir leyna á sér, krossfiskarnir. Oftast sjáum við krossfiska með 5 arma, en þeir geta verið miklu fleiri. Krossfiskarnir geta líka mist arma, en lifað samt sem áður góðu lífi á meðan nýjir armar vaxa á þá. Þessi tegund heitir sólstjarna eða slöngusól og hefur yfirleitt 9 arma. Krossfiskarnir ná sér í skeljar og éta úr þeim fiskinn. Kúfskel hefur grafið sig í sandbotninn og síjar fæðu úr sjónum. Skeldýr eru aðalfæða krossfiska, einkum samlokur. Þeir festa sófæturna við báða skeljahelmingana og toga samlokuna smám saman í sundur. Átakið ekki mikið, en að lokum þreytist samlokan, fer að skorta súrefni og opnast. Krossfiskurinn hvolfir þá maganum inn í samlokuna og tekur að melta skelfiskinn utanfrá. Krossfiskar hafa 2 maga, annan til að melta fæðuna, en hinum maganum skjóta þeir út til að umlykja og lama bráðina. Þetta stórkrossi, algengasti krossfiskurinn hér við land, að éta kúfskel. Fiskur kúfskeljarinnar mun stærri en munnur krossfisksins, en með því að skjóta út maganum og leysa upp bráðina getur krossfiskurinn sogið hana í sig og lokið við að melta hana. Ef við tökum upp krossfisk sem heldur bráð sinni í heljargreipum, snúum honum við og slítum af honum bráðina, getum við séð hann með magan úti. Krossfiskur mögnuð meltingarmaskína, því auk magana tveggja eru meltingarkirtlar á sófótunum líka. Það ótrúlegt að sjá hversu langt krossfiskarnir geta mjakað sér þótt þeir virðist ekki hreyfa sig mikið. Eins og önnur skrápdýr hafa krossfiskarnir sjóæðakerfi sem þeir nota til að hreyfa sig. Krossfiskurinn tekur inn vatn svokallaðar sáldflögur á skrápnum ofanverðum. Vatnið streymir að hringgangi sem liggur utan munn dýrsins og út í ganga í örmum þess. Vöðvaríkir belgir þrýsta vatninu út í sófæturna sem dragast saman og víkka út sitt á hvað og þannig hreyfir krossfiskurinn sig hægt og rólega. En sófæturna getur hann líka notað til að opna skeljar eða skríða upp snarbratta veggi. Krossfiskar nautsterkir og þeir með stærstu hryggleysingjum sem finnast. Kemst þótt hægt fari.